Daginn. Já, það gaman að fá að segja frá, setja ykkur inn í þessa meðgöngu sem að þróun þessa skipulags hefur verið á 5 árum og þannig að ég ætla svona að sýna þetta hugafóstur sem það að umbreyta þessu svæði upp á Ártúnshöfða og undir honum við Elliðavog í blómlegt borgarhverfi sem í austurenda borgarinnar. Þetta á sér þá sögu að árið 2015 var haldin hugmyndasamkeppni þróun Ártúnshöfða og Elliðavogs og að tillaga Arkís landslags- og verkishlut skörpust í keppninni og var lögð til grundvallar að rammaskipulagi fyrir svæði í heild sinni. Vinna við tillögu að rammaskipulagi hófst síðan á vormánuðum 2016 og lauk þeirri vinnu í janúar 2017. Frá þeim tíma hefur verið unnið að deiliskipulagi einstakra hlutasvæðisins og hefur til dæmis skipulag fyrir stækkun Bryggjuhverfis til vesturs þegar verið samþykkt. Staðsetning svæðisins einstök, nálæg við strandlengjuna og útistöðsvæði í Elliðaárdal skapar svæðinu mikla sérstöðu í borginni og Elliðavogur einn veðursælasti staðurinn í Reykjavík í skjóli undir Ártúnshöfðanum. Það sem ekki gætir heldur norðanstrengs og og miðlalega þessa svæðis á höfuðborgarsvæðinu og nálægð við stofnæðar eru forsendur fyrir þéttbyggðu borgarumhverfi sem styður við breyttar áherslur í samgöngumálum með borgarlínu. En það var ein af megin forsendum keppninnar að borgarlínan kemur þarna í gegn yfir Geirsnefið slengir sér upp á höfðan og leggst inn í legu Stórhöfða. Og Geirsnefið verður svona hluti af þessari heildarmynd gríðarlega mikilvægt útivistarsvæði fyrir alla þessa byggð og byggðina í Vogabyggðinni og sömuleiðis svona beintenging við Elliðaárdalinn. Og síðustu áratugi hefur plássfrek iðnaðarstarfsemi verið einkennandi fyrir svæðið. Flutningur þessara starfsemi þegar hafin og samhliða uppbyggingu fjölbreytts borgarumhverfis mun hún víkja að fullu. En það verið að breyta þannig notkun þessa dýrmæta lands svo að það þjóni betur hagsmuni borgarbúa til framtíðar. Fyrirhuguð uppbygging mun styðja við núverandi starfsemi á nærliggjandi svæðum. Til verður öflugur borgarkjarni á Ártúnshöfða sem mun styrkja úthverfi í austurhluta borgarinnar. Og útsýnið einstakt eins og við sjáum þarna Esjuna alla endilanga í bakgrunnum og útsýnið út á sundin. En rammaskipulagi svæðisins hefur verið skipt upp í minni deiliskipulagsáfanga. Deiliskipulag fyrir Bryggjuhverfi vestur eða svæði 4 nú þegar lokið og hérna munum við fara yfir hugmyndir að deiliskipulagi fyrir Elliðavog og Ártúnshöfða, svæði númer 1 og 2 á þessum uppdrætti. Arkís og Ask arkitektar eru hönnuðir á þessum deiliskipulagsáföngum hvor í sínu lagi. Unnið áfram með landslag og verkís við hvað varðar almennings- og göturými og samgöngumál. Hér svona stuttferðalag inn í hverfið með borgarlínunni frá vestri til austurs, frá að ofan og niður. Efsta myndin til hliðar hægra megin sýnir aðkomuna frá Geirsnefi og þarna má sjá svokallega 740 bygging sem var bygging við aðra borgarlínastöðina á neðra svæðinu sem vann þar þá keppni og verið mikið kennileiti fyrir hverfið og aðkomuna. En þetta Ártúnshöfði Elliðavogur eitt stærsta þróunar- og uppbyggingarsvæði Reykjavíkur. Borgarlínan hryggjastykki uppbyggingarinnar og liggur í gegnum mitt skipulagssvæðið. Torg verða í tengslu við borgarlínastöðvarnar 2 og önnur á Krosseyjartorgi upp á höfðanum og við Elliðavog á mótum framlengst Stórhöfða og Sævarhöfða. Áætlað að þarna rísi alltaf 8.000 íbúðir í fullbyggðum borgarhluta í bland við þjónustu og aðra atvinnustarfsemi á næstu árum. Og með tilkomu borgarlínu mun Ártúnshöfði verða beintengdur miðborginni og virka sem framlenging menningar og mannlífs fyrir austurhluta borgarinnar. Leiðarljós allra skipulagsvinna að styðja við markmið borgarinnar í loftslagsmálum sem stuðla að sjálfbærri þróun borgarumhverfisins. Í skipulaginu manneskjan í fyrirrúmi með uppbyggingu innihaldsríkra almenningsrýma þar sem við erum að stuðla að góðum lífsgæðum og uppbyggingar íbúða fyrir alla og síðast ekki síst grænt og fallegt umhverfi og góða tengingar út í nærumhverfið. Vegna þess að svæðið nýtur góðs við nálægð við Elliðaárdalinn og Grafarvoginn, útsýni til Esjunnar, Akrafjalls og út á sundin.
Svæðið við Elliðavog í skjóli höfðans eins og áður sagði og líkur vel við sólu. Geirsnefið verður umbreytt í stóran almenningsgarð fyrir Ártúnshöfða, Elliðavog og Vestur- og Vogabyggðina og þar getur til dæmis verið svæði til íþróttaiðkana sem rúmast kannski ekki inn í þéttu hverfinu. Samfellt grænt svæði undir höfðanum minnir á upprunalegu strandlínu svæðisins vegna þess að þarna var náttúrulega miklu víðari Elliðavogur áður fyrir nokkrum áratugum síðan, áður en fyllt var í Geirsnefið og svæðið vestan við höfðan. Þannig að þetta mun teikna sig upp sem grænt belti þarna í skjóli höfðans og þetta mun taka við ofanvatni úr gatnaumhverfi upp á höfðanum og skila því hreinu til sjávar inn í það sem við köllum Elliðahöfn sem er svona kanalumhverfi sem sker sig inn í landfyllinguna við Elliðavoginn. En efri byggðin hún nýtur útsýnis og almenningsgarða og torga en svo neðri nálægða við sjó og aðliggjandi náttúruperlur í Elliðaárdal og Grafarvogi. Stór hluti neðra svæðis á landfyllingu og ekki liggur fyrir hversu mikil hún verður. Það semst á eftir að fjalla betur það í umhverfismati og mótun þess svæði sem svona yst og vestast á svæðinu, eða efst og vestast á svæðinu. Rafmagnshjól og sjálfkeyrandi vagnar við ein megin hugmyndin í tillögunni líka í skipulaginu tengingin af Breiðhöfða og niður í Bryggjukverfi. Erum þar með sjónás sem framlengdur Breiðhöfði sem að tengir sig niður á Bryggjukverfið og myndar þannig tengingu við milli efra og neðra svæðis og þá styttri leið til þess að sækja þá þjónustu sem upp á Krossamýratorginu. Og má svolítið svona líka þessu við Bankastræti, hvað það þýðir fyrir Kvosina og svo efri hluta Laugavegar. Kerfi grænna svæða verða meðfram farvegi Elliðaánna og mótsigran Geirsnefið og síðan nefndi ég líka að þarna munum við líka vinna með svona ofarslautir, taka við regnvatninu úr gatnaumhverfinu og þakvatni og láta það umbreytast yfir í svona náttúrulegt votlendi. En áskoranirnar í landslæginu eru margar og ekki síst vegna hæðamunar á milli efra og neðra svæðis sem skiptir þessu þannig upp í þessi tvö megin hluta, byggðinni upp á höfðanum og byggðinni niðri við voginn og út á fyllingunum. Sem sagt borgarlínan hún fer eins og áður sagði Stórhöfðann sem verður framlengdur niður brekkurnar, niður í gegnum malbikunarstöðarlóðina. Hérna erum við að sjá svona hvernig þessir tveir deiliskipulagsáfangar teikna sig upp með rauðum línum. Það sem sagt svæði niðri við Elliðavoginn og uppi á Ártúnshöfðanum og það verið að vinna þau í sem sagt sitt hvoru lagi og kem ég þá aðeins betur inn á það aðeins síðar í kynningunni. Göngu- og hjólatengingar innan hverfis og yfir Elliðavog verða eins og best verða ákosið, munu fylgja borgarlínunni út yfir Geirsnefið í áttina að Suðurlandsbrautinni og svo náttúrulega til allra átta til að bjóða upp á stystu leið á milli staða og hvetja til notkunar á virkum ferðamátum. Miklir möguleikar eru til samgönguhjólreiða innan hverfisins sem verður vel tengt hjólreiðanetti borgarinnar. Gert ráð fyrir sérstökum hjólastígum í göturýmum borgargatna og almennt verður uppakkaðar göngu- og hjólaþveranir yfir göturnar. Gangandi hjólandi umferð verður þannig í forgangi og hverfi og aðrir faramátar eru þá gestir. Upp á Ártúnshöfðanum sem sagt borgarmiðuð þétt blöndu byggð íbúa, vinnustaða, verslana, veitingastaða, þjónusta og ýmsar menningartengdrar starfsemi. Hér mynda byggðin skilir fyrir mannlíf, fyrir félagslegar athafnir og tekur hönnun borgarrýmis mið að því. Stórt fjölnota torg verður við borgarlínustöðina sem hjarta svæðisins. Þetta það svæði sem köllum Krossamýratorg því að þarna var Krossamýri og þetta mun tengjast líka stórum almenningsgarði norðan við torgið sem mun virka sem grænt lunga í þéttri borgarbyggð umhverfis borgarlínustöðina.
og þetta mun bjóða þá upp á rými til leikja og fjölbreytna athafna og bæði sem sagt torgið og garðurinn munu vinna þannig saman. Þarna upp á, við svona tölum þetta sem annars vegar Krossinmýrartorgið og svo holtið og Hamarinn. Hamarinn svona það sem að byggðin sem teygir sig út á Hamarsbrúnina. Út á Hamarsbrúninni verður greiður og góður útivistarstígur þar sem að maður getur tekið sína heilsubótargöngu eftir brúninni út í sólarlagið og hort út á sundin. Þarna gert ráð fyrir það bil alltaf 1500 íbúðum á þessu svæði og mun byggðin til dæmis á Hamrinum opnað sig út til vesturs í sólina og mynda skjól fyrir austlægum áttum sem kannski helsta áskorunin þarna upp á höfðunum svona veðurfarslega. Gegnum alla inngarða liggur samfellt stígakerfi sem leiðir vegfarendan framhjá fjölbreyttum leik- og dvalarsvæðum og á brún höfðans verður þessi samfelldi útivistarstígur og upplifunarstígur kjörinn til þess að rölta og njóta umhverfis og útsýnis. Niðri í Ellavogi gert ráð fyrir 1950 íbúðum og skiptist það svæði upp í annars vegar svæði sem sagt þarna nist áfyllingunni og það sem tekur þátt í því að móta Elliðahöfnina sem við köllum, Nesið, og þar nálægðin við árnar og útivistartækifæri sem í því felast náttúrulega stóru plúsin og þarna kannski byggðin einna gistnust ef hægt að tala gistna byggð í svona hverfi en hún þéttist svo í áttina að borgarlínustöðunum og þar sem að þéttleikinn mestur. Þarna verður þetta kerfi, þetta græna belti meðfram ánum sem að innifelur í sér bæði hjóla- og göngustíga og lítil leiksvæði með reglulegu millibili og byggðin opnast út í áttina að ánum og sólinni í vestri. Þéttasti hluti neðra svæðisins í það sem við köllum hlíðina eða að því vegna þess að borgarlínan í beyginni, rauða línan sem við sjáum þarna á teikningunni, að klifra þarna upp á höfðan með þægilegum hallasamt og þannig mun þessi byggð þarna byggjast utan í þennan hæðamun og leysa hann í raun og veru með ákveðinni stöllun og rýmismyndun fyrir útivist og þess þar. Síðan eru skólalóðir tvær, auðvitað eru skólalóðirnar sem þekkjum í borgarumhverfinu gríðarlega mikilvæg bara náttúrulega til síns brúks frá degi til dags en þau náttúrulega þar eru líka mjög mikilvæg útivistarsvæði allan ársins hring, allt sumarið fram á kvöld vegna þess að þarna eru vel útbúin leiksvæði sem að náttúrulega hverfisbúar geta sótt í og notað. Og á neðra svæðinu lítur hjóla- og stígakerfið út svona þannig að við erum að reikna með mjög greiðum, góðum gönguleiðum fyrir fólk og hjólaleiðum þannig að það verði virkilega hvati til þess að ganga og hjóla sína erinda enda alla leiðir tiltölulega stuttar og með fjölbreyttri þjónustu innan hverfisins þá opnast ýmsir möguleikar og við erum í samhliða þessari vinnu erum við að vinna hönnunarhandbók fyrir almenningsrýmin og þegar við tala almenningsrými þá líka að tala göturýmin, gera þau vistleg. Það mjög mikilvægt að við vöndum okkur vel við frágang gatnaumhverfisins í þéttri borgarbyggð. Vegna þess að það í raun og veru bara svo stór hluti af almenningsrýmunum þar sem við hittum fólk, af því að þar hittumst við á förnum vegi. Og þess vegna leggjum við áherslu á hágæða almennings- og göturými á svæðunum og fylgjum þessari hönnunarhandbók þannig að við erum að leggja leiðbeiningar útfærslur og vistlegum frágangi í götu- og almenningsrýmum og síðan má segja frá því líka, það stefnt að því að þetta skipulag hljóti sérstaka umhverfisvottun. Hérna yfirlitsmyndin sýnir svona hvernig við erum að skipta svæðinu upp í svona karaktereinkenni. Þetta eru
mismunandi einkenni í þessum hverfishlutum þar sem við erum að vinna með mismunandi þema í gróðri og yfirborðsfrágangi og þannig að fjölbreytið þetta verði, við forðumst einsleitni, fáum fjölbreytileika þannig að hvert hverfi verði sérstakt og hafi sitt svona sinn staðaranda. Og förum kannski eitthvað svona bara dæmi um það hvernig við setjum þetta fram, þessar leiðbeiningar og dæmi frágang og góða fyrirmyndir. Glemdi kannski að segja frá því á neðri svæðinu erum við að gera ráð fyrir göngugötu sem teygir sig frá borgarlínustöðinni í gegnum þennan C40 reit við borgarlínustöðina og í áttina að skólalóðinni. Þannig að það verður svona mjög greið göngugata þar sem við komum fyrir góðum og vel innréttuðum leiksvæðum og tylli ástæðum til þess að staldra við, njóta umhverfisins og sýna sig og sjá aðra eins og við viljum gera í bænum og borginni. Þannig að svo rétt bara svona í lokin ætla ég að segja frá því að svona rúsínan í pylsuendanum sú að við erum að vinna náttúrulega með tenginguna við sjóinn sem náttúrulega sérstaklega spennandi. Við eigum eftir að sjá það nánar hvernig jaðarinn á þessum fyllingum verður, hversu umfangsmikil hún verður, en við viljum nýta tækifærið og koma það sem sérstakt fyrir Reykjavík og sérstakt fyrir Ísland. Það góðir baðstaðir, góðir sundstaðir, góðar laugar og við ætlum erum að spila þarna út ýmsum möguleikum við því, bæði hefðbundin sundlaug og þess vegna sundlaug sem liggur alveg út að sjó og getur þess vegna flætt inn í og nýtur þess að vera alveg út við hafflötinn. Og einnig erum við að gera ráð fyrir í Elliðaáhöfninni að þar geti orðið einhvers konar pottasvæði eins og við þekkjum í Nauthólsvíkinni og þar sem að vera hægt að bæði að sjósetta kajaka og bregða sér annarkvort í einhverja örugga potta eða sem eru þá upp á landi en líka jafnvel sjósundmöguleika. Þetta er náttúrulega allt eftir að þróa betur en þetta svona til þess að tengja þetta við nálægina við sjóinn sem sérstæða svæðisins. Glæsilegt, takk kærlega fyrir það Þráinn. Þetta bara lítur út eins og sannkölluð paradís og sko ég vil bara þakka þér fyrir, mann líður smá eins og maður sé komin til útlanda þegar maður skoða kynningunni hjá þér. Það er nú lúxus sem við getum ekki leyft okkur núna, þannig að takk kærlega fyrir það. Mér langar bara að spyrja því þetta augljóslega bara metnaðarfullt og mikil vinna að baki. Til hvaða borga og kannski hverfa í heiminum horfið þið svona helst? Maður fær svona það einhver sænsk ára þarna yfir og svona kannski einhverjar svona stórborgir. Hvaða reffa hafið þið helst hugsað? Jú, við náttúrulega bæði höfum numið okkar fag í útlöndum og við höfum lært í útlöndum og við sækjum fyrirmyndir í útlöndum og vissulega horfum við til og við erum svona heppin að við erum búin að fylgjast með því hvernig Evrópa og Norðurlöndin hafnasvæði borganna að umbreytast. Þannig að menn að vera að vinna mjög vel með tengingar við sjóinn og þá vissulega höfum við horft til Stokkhólms, við höfum horft til Malmö, við höfum horft til Kaupmannahafnar, borga og bæja í Noregi en ekki síður í Amsterdam, Rotterdam, bara víða. Það er allir að gera góða hluti og við getum svolítið svona pikkað út góða fyrirmyndir, hvar hefur tekist vel til og við erum að reyna að gera það en samt að náttúrulega fyrst og fremst að halda vinna út frá íslenskum og reykvískum aðstæðum og þannig að þetta verði svo okkar góðu fyrirmyndir sem að aðrir geta svo sótt hingað. Nákvæmlega. Glæsilegt, takk kærlega fyrir þetta innlegg Þráinn.